Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjalla málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt, ef við getum orðað þannig, en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjalla ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita, en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarhlíð. En það ekkert endilega allir sem vita hvað Bjarkarhlíð er. Þú mútti kannski segja okkur það svona til að byrja með. Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskuldaúrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma annarkvort með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka á netinu. Og við erum með samstarfsaðila í Bjarkarhlíð og erum hluta það sem kalla þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en einn aðili sem veitir þjónustu innan veggja Bjarkarhlíðar undir svona markmið að hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru 3 ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem að taka á móti þolendum ofbeldis. Svo erum með 50% stöðu ráðgjafa sem að fara á Vesturland og Vestfirði, það er samningu við félags- og húsnæðismarkaðsráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis vegna þess að þeim ber skylda að veita möguleik á þjónustu óháð búsetu. Þannig við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni í mánuði og veita þjónustu þar. Og svo eitt stöðugildi, við vorum einmitt að fá núna áframhaldandi samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendum mansals næstu 4 árin. Þið hafið verið að sinna því hingað til það ekki? Jú, við vorum með 2 ára samning sem að ljúka og þar á undan höfum verið líklega í 3-4 ára sinna þessar þjónustu, þannig ég held að þetta verða komin 7. árið. Svo lögreglan á höfuðborgarsvæðinu með viðveru í Bjarkarhlíð 5 daga vikunar. Það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og að þolandi geti hitt lögreglu sem það ekki búning og spurt spurninga og fengir ráðgjöf og komið málum sínum í farveg. Margir þolendur eru kannski ekki tilbúnir að kæra en það hægt að gera áhættumat, það hægt að krækja upp númer, það hægt að skrá málin og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndum kynferðisbrotamálum. Svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 3 daga í viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi, yfir 60%, bara tæp 70% þeirra. Stígamót líka aðilega Bjarkarhlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem leita til okkar sem vilja þjónustu við þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni í viku í Bjarkarhlíð sem líka greiðarlega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa að koma í farveg. Ég ætlaði einmitt að fara að spyrja þig þegar ég hlustaði á þig tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögregluna? Ég skilja núna, þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði. Já, og við vitum það í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leituð til okkar og fæstir hafa gert það. Fæstir? Já, og vissulega eru líka mál sem að lögreglan og Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem eru á vegum félagsþjónustunnar eða barnaverndar hafa vísað til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndum kynferðisbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var partner ungmenni eða bara yngri og það var aldrei einhvern negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu. Þannig að það eru
alls konar mál sem koma til okkar, bæði ný og gömul og og mikilvægt að það sé bara hægt að taka á móti öllum málum og við tökum aldrei stjórn að ef viðkomandi ennþá í ofbeldissambandi og ekki viss sem hann vilji fara, þá erum við ekki að ýta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgjöfu þetta bara þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað það getur gert. Er einhver miskilningur hjá mörgum það bara yfir höfuð hvað ofbeldi? Já, og sérstaklega kannski þeir sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það svona ákveðin gasleysing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir, þú veist ég þarf að tala hátt út og þú skilur aldrei eða ég þarf að bera í borð vegna þess að þú gerir aldrei það sem ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þolandi í sambandinu og þolandinn upplifir bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og eigi bara mjög erfitt með að mæta þessum einstaklingi sem að líður greinilega svona svakalega illa með honum vegna þess að gerandinn hann gerir þetta í því að bæði setja reglur en líka einhvern veginn að láta þolandan svona ganga sína erinda og oft með mjög skaðlegum hætti. Nú í hugum margra ofbeldi bara hnefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi, það andlegt ofbeldi, kynferðisofbeldi, stafrænt ofbeldi og fleira. Þetta eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir. Nei og ég myndi reglífin yfir þessu öllu það sem við kallum nauðungarstjórn eða coercive control þar sem að þegar ofbeldi þar sem verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram eða hvernig hann og og hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þessa nauðungarstjórnun og undir því, það samræmist auðvitað ekki allir gerendum að beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir halda þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrji sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkningatæki eða dauða en þetta auðvitað ekki þannig að gerandi getur náð fullkomnir stjórn með andlegu ofbeldi að ef hann nota bara það alvarlega birtingamyndir það sem verið að hóta ógna annarkvort þolandunum sjálfum, börnum að segja gæludýrum eða hverju sem sem skiptir að máli þá getur gerandi náð mjög mikilli stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklum tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo ofta ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólki hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða eitthvað slíkt en tilfinningalegu skaði að það sem búið að svipta þolandan sjálfsmynd sinni, ákvörðunarrétti og öryggi að það sem að þolandi býr við krónískan ótta vegna þess að hann þarf að ganga á glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að þeir þolendur sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að svipta því sjálfsmyndinni þá búið að svipta því ansi miklu. En hvað algengt að fólk leiti til ykkar eða það sem sagt í upphafi eða þarf það að þola þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar? Og það allur gangur af því sem betur fyrir með aukin umræðu þá held ég að og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningi minni að fólk að koma fyrr í staðin fyrir að þolandi séu koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfá ár jafnvel örfá mánuði og það gott að þegar að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem eru flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að þetta ekki rétt ég sagði þetta ekki, þú veist, þetta ekki svona þú ert svo viðkvæm, þú ert ekki að lesa rétt í þetta, þú veist, að þú ert alltaf svona hinsegin og vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum. Þannig að gerandinn hann höfðar mjög mikið til þess að fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samræðast markmiðum
gerandan sko. Hvernig það þegar að þetta fólk, mér heyrist nú öllu þetta séu nú í stórum meirihluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi, ég tala nú ekki kynferðislega ofbeldi, þær vilja ekki kæra, segir stundum, og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar? Sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf 7 skiptum að fara úr ofbeldissambandi. Þetta er auðvitað flókið vegna þess að þetta er svona ofbeldisringur sem rúlar, að það er ekki alltaf vont ástand, þótt að sé kannski ekki alltaf gott. Eða þú veist að stundum er aldrei gott en það er kannski við svona þólanlegt. En það er auðvitað að það byrjar svona, og þú veist, þólandi, hann er svolítið tíma að átta sig yfirleitt á þessum aðstæðum, en að ég myndi kannski segja að það er ekkert allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra. Það er rosalega flókið að kæra, sérstaklega átt barn eða börn með gerandanum vegna þess að svo segir sýslumaður að þau hefur verið foreldrasamstarfi. Og þetta er algjörlega skjön við í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis, að það er aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína. Þetta er svolítið merkilegt. Það er alveg galið. Já, og það er líka rannsóknir að segja það að börn sem að búa við ofbeldi, að hvað sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki, þá eru þau að verða fyrir áhrifum. Þannig að það er hvergi annars staðar en í ofbeldi nánu sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel, þú veist, að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæður að jafnvel að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendum sínum, sem er mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim kröfum samfélagsins. En það er kannski einhver lamin illa út á götu og særist mikið og honum er ekki gert að vera í sambandi við sín ofbeldismanna á einn eða annan hátt. Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem er ekki makinn þinn eða þú veist, og þú ert ekki barn eða ungmenn og þetta er fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að laga? Auðvitað. Vegna þess að við sjáum auðvitað áfalla tengslin milli kynslóða, þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það er ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að vegna þess að þegar þú setur barn til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá er verið að samþykkja hegðunina. Að það er verið að segja að stjórnvöld og aðrir fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé í lagi, að þannig að það er verið rauninni afmáð þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi er að upplifa. Og það er að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í þessu foreldrasamstarfi að það er enginn sem styður þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum, þannig að það er líka verið að segja við þau að þau þurfu bara svolítið að gera sig í brók og þóla þetta, setja hausinn undir sig og halda áfram. Þannig að þolendur er að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og fá lítinn stuðning. Að vegna þess að gerendur það er rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir yrðu kærðir, en tölfræðin segir okkur líka að flest þessir mál þeim er vísað frá, þau fara ekkert alla leið og það er mjög erfitt að fá fram sakfellingu. Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar? Er þetta fólk sem er, hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks? Eru þetta Íslendingar, erlendir einstaklingar? Þetta er bara fólk úr öllum stigum samfélagsins. Öllum stigum? Já, og þetta er af miklu meiri hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi innan sambandi og kynferðisofbeldi er kynbundið ofbeldi í grunninn. Af því sögðu þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka karlmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna. Við fáum einstaklinga sem eru að koma út af gerandi er að sama kyni. Þannig að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi. Þetta hefur ekkert með þjóðfélagsstöðu að gera? Nei, alls ekki. Við sjáum fólk nei, síður en svo. Þannig að í hugum margra er þetta kannski fólk sem er illa statt fjárhagslega eða... Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar er með háskólamenntun. Flestir með háskólamenntun? Já,
Þannig ef það segir ekki eitthvað þá vegna þess að ofbeldi snýst ekki einhvers konar þetta ekki eitthvað fólk, gerendur eða þolendur ekki eitthvað ef maður mötti segja lægri þjóðfélagsstigum en aðrir vegna þess að gerendur ganga hlutfallslega eru þeir bara tölvört margir með að við fjölda þolenda þó að vissulega séu fleiri þolendur en gerendur vegna þess að gerendur halda áfram vera gerendur ef einn þolendi sleppur þá nær hann sér fljótlega í nýjan en fólk átta sig yfirleitt ekkert af því að þeir eru að mæta gerendum hér alla daga vegna þess að gerendur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sinnt alls konar ábyrgðarhlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir. Jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu. Já. Fullt af þeim. Þannig að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst í rauninni ákveð stigveldi innan heimilisins. Og þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu. En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt, líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömun með þessum hóp eða þetta bara tilvílan að kenta okkur menn fara allt í hennu að beita ofbeldi? Eitthvað að þeim eða? Nú ekki sérfræðingur í því en ég er sérfræðingur í þolendum en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð. Að þetta einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð, þeir varpa ábyrgðin yfir aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum og þegar við heyrum frásagnir af gerendum þá mátti halda þeir vera allir skyldir, að allir allist upp á sama heimilinu vegna þess að tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf það sama. Það að fá þessa skýlausu hliðni og oft aðdáun og svona lotningu frá þolandunum að þolandur þarf að raða markmiðum gerendas í fyrsta sæti. Oft á kostnað eigin velferðar og oftast. Þannig þeir eru með mjög svipað hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meira eins að milli kynja að ef það er kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem er karlkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn en að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við ég held að við áttum okkur engan veginn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þar geta öll kyn verið jafn. Það líka svo falið, það sér ekkert á þolandanum. Akkurat. Ekki nema það verður náttúrulega einangrun og annað sem að fylgir þessu að og það getur verið breytt viðhorf og fas, það getur verið alls konar sem að þolandi hann getur breyst en en fólki í kringum einstaklingi þarf að vera svolítið meðvitað það að af hverju ert að draga svona mikið til hlés, af hverju ert að haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt af merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau. Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá sínum nánustu og vinum? Já, og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við því að þú mátt ekki fara og hitta þennan eða hinn en aftur á myndi ég reyna að fílustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja ég ætla að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi í kvöld þá myndi ég segja herði já, eigum við að horfa á mynd á morgun og þú myndi minna mig á nei, ég ætla að fara að hitta vinkonu. Þá myndi ég, já. Og þá myndir þú kannski hugsa, ég var búin að segja þér það, manstu ekki? Þá myndi ég kannski svara þér fálega, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin að ákveða að eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninni svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samviskupið, þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég bannaði þér það, ég var ekki að banna þér það.
og þannig að þú myndir segja, þú veist öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki, þegar í rauninni ég fílustjórnaður úr því að fara. Fílustjórnun að vera bara í fílu? Já, og en líka kannski, þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig, þú veist, alltaf að fara, bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonniðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú ert svo mikið með henni hvort þið er. Æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona reyna að nota að það er auðvitað mismunandi leiðir á mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega. Einmitt. Mér langar að spyrja þig aðeins konur af erlendu bergi eða karlmenn af erlendu bergi brotin. Það allavega ég hef heyrt að það væri einhver aukning á ofbeldi í garð þessa fólks. Það er alltaf ákveðin svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreitur út frá ákveðnu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku karlmaður þá ertu svona að öllu jöfnu kannski sterkari heldur en margir aðrir. Ef þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá er kona eða maður sem er frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá væri einstaklingur sem er frá Austur-Evrópu í viðkomandi stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomandi stöðu heldur en þeir sem eru innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúarbrögðin sé frábrugðin trúarbrögðum í landinu sem það byrði þá ertu í verri stöðu. Ef þú ert fátæk sem þú ert mjög líklega miðað við aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni, þá ertu viðkvæmri stöðu, ert fötluð, þá ertu ennþá viðkvæmri stöðu, þannig ég get haldið endalaust áfram. Þá langar mig að spyrja, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þér af þessum úrræðum? Alls ekki allar og þetta er auðvitað, og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið á konum erlendum uppruna. Flestir sem leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næstkoma myndi ég halda íslenskar í rauninu íslensk-pólskar konur. Konur sem eru upprunnar Pólandi með íslenska ríkisborgararétt. Og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist ef við bara myndum krefja bara þjóðfélagsgerðina þá væri við erum að fá mest í aldursóknum 30-40, svo er það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minnkar það aðeins eftir því sem það eldist. Og Gerendurnir eru bæði frá sama landi og þolandinn og íslenskir. Já. Já, allum gangur á þessu. En ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir ofbeldis, eins og til dæmis eldi hrellar. Ég get ímyndað mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan er búin að slíta sig frá ofbeldismanninum. Algjörlega og þetta er eina af 3 hættulegustu birtingamyndunum sem við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta í kjölfar auðvitað gríðarlegs eftirlits innan sambandsins það sem að viðkomandi þarf alltaf að gera grein fyrir ferðu sínum með hverjum hún er þú veist og og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft er þetta kannski tengt því að þú veist að viðkomandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist, tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum, hvort sem það er með eða án vitnesku þólandans. En eldirhella hegðun og sérstaklega eftir skilnað er mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það er vegna að ef fólk er með þessa þráhyggju þá er það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa, ég tek ekki nei sem svari. Það að viðkomandi sé búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig er ekki nóg. Ég ætla ekki að lúta því. Að þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla að aðtuga og þú veist og auðvitað er svona aðal tilgangurinn að aðtuga hvort að þessi fyrrverandi maki séu þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi er svona ef við tökum 2 burðavirki ofbeldissambands, er svona 2 grískar súlur sem halda sambandinu uppi, þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hin heitir hollusta. Það þau að sína hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram. Og út af því að gerendur líta á þolendur sem eignir fremur manneskjur, þeir eiga manneskjuna að þá má engin annar fá manneskjuna.
Þannig að eftirallega hegðun getur verið gríðarlega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þolandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þolandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað. En þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðarlega hættulegur. Og í talningum ef það hafa verið saga kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun. Það er að þolandi gefi eftir mögulega kynlíf eða einhver mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum, til þess að geta fengið að sofa, til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna, þá hljóti ég nú að vera að sofa hjá okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að eyða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég svo sannlega ekki að sofa hjá okkur öðrum, en það væri líklega of uppgefin til þess að því að það er mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi. Þannig að en ef að þolandi gefur eftir þvinga samþykki auðvitað ekki samþykki, en ef að þolandi gefur eftir, þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi, vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort það að hann búin að missa svolítið áttir. Þannig að það eru margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig ekki á því að þeir eru jafnvel að verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi. Og við spurjum yfirleitt þú veist, við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk að koma fyrsta skipti og við spurjum, hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi? Og margir segja bara nei. Og þá segir við, ok, frábært, þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi. Og þá bara, nei, það er ekki hægt. Þannig að það eru margir sem átta sig ekki á þessu, að það að nöðsöga pressa, sem gerendur gera oft, eða að gerendur eru bara ekki búin að setja inn reglu. Það bara regla að það er kynlíf á löngu, þú veist, margur daga millibili eða hverjum degi jafnvel, og það bara krafa það að þú sem maki átt að uppfylla þetta, sem auðvitað, og margir þolendur átt að sig eins og á því að það ekki eins og skylda að sofa hjá í sambandi. Þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá, en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem á ekki að vera sett á sem eitthvað skonar skylda eða krafa eða ég hrættum að ég verði fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu, þannig að það mjög óljós mörk oft á tíðum. Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar. Já, og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið auðvitað ekki kynlíf, það nauðgun. Þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman, að það væri reyni mjög mikið ofbeldi þar líka. Og það oft óumbeðna kyrkingar og það annað, og þú veist, alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislegt ofbeldisins, en það sem eftirréttlega hegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og kyrkingatök, hvort sem það hluti af kynlífinu, þetta kynferðisofbeldi þar, eða sem hluti af líkamlega ofbeldi, að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beitir líkamlega ofbeldi sem kyrkingu, að þegar þessi þrír þættir koma saman þá það þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda, samkvæmt erlendur rannsóknir sem við lítum mikið til. Sem hefur verið þetta bresk rannsókn sem að tók til mörg 100 mála sem voru rannsókuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona mynstur í því hvenar þolandi í hættustatur. Og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leituðu til okkar sem hafðu greindu frá þessum 3 birtingamyndum ofbeldis, 35 árið þar á undan. Og notabenni, við spurjum ekki alveg alla út í svona djúpt í fyrsta viðtali, vegna þess að stundum ertu þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat. Þannig að þú veist, við getum alveg gert okkur hugulund að það sé mun fleiri einstaklingar, konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu. Og það líka algengur misskilningur í því að þau mál sem enda með dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda, að það hafi alltaf verið saga líkamlegt ofbeldi. Vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi í fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans. Já, þú talaður eldirhelli sem alvarlegt dæmi, eða alvarlegan hlut. Alvarleg birtingamynd, já. Hvernig
hvað gerir fólk, hvað gera eldirhellirnir? Hanga þeir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu? Sko, þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegn núna út af tækninni en þeir gera það svo sannarlega líka í einhverjum tilvikum. En núna til dæmis bara mjög auðvelt að spekla síma, þeir komast kannski yfir netfangið þitt og það svona kjarnin að því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breytir lykilorða samfélagsmiðlum þá yfirleitt það staðfest í tölvupósti. Þannig ef þeir eru með tölvupóstin þinn þá þarf að byrja þar að skipta lykilorð þar. Það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem þú kannast ekki við. Bjarkarhlíð með svona þjónustu að þú getur komið og aðtökkur sé verið að spekla símaðinn, sé verið svona að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir á önnur símtæki það hvað aðgerðir þú ert í, til dæmis að skilaboð og annað þannig að við erum með það sem kallar svona anti-spyware trakkar, þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessir móttakarar fyrir þessi anti-spyware upp, þau fara á ákveðna staði og það svona eins og línuritt, þannig að við sjáum að það skorar hátt til dæmis, þá eitthvað kannski grunnsamlegt að ferð, þannig að einstaklingar og við getum ekkert endilega sér hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu, hvað sem við kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verður að gera áhættumat, að lögreglan hafi upplýsingar þetta. Það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo eru náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafa jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttin og láta fenna regnin í bílana eða opna skottið eða hvaðina og þannig að þeir reyna náttúrulega að minna á sig eins mikið og þeir geta. Ef þú lokar fyrir það allir samfélagsmiðlum þá senda þið bara 1 krónu í aurappinu og þá poppa mynda nafnina upp á símtækinu þínu. Þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf allan 4, 5, 6 skrefum undan öllum hinum. Ég sé hættum að það sé ekki allir sem vita þetta. Þetta bara eins og að vera með tyggjó í hárunu. Þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og þannig að þú klippir þetta úr. En það þetta að þegar að eitthvað grunur það sé verið að fylgjast með, að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að styðja við þolendur í þessari stöðu. Það hægt að tala við lögreglu í Bjarkarhlíð án þess að opna eða stofna mál. Það hægt að fá ráðleggingar annað og svona bara, upplýsingar hvað hægt að gera. Lögreglunni í Bjarkarhlíð mikið að krækja upp númer sem þýðir það að símanúmerið þetta raunir fyrir vöktun, þannig ef að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn, það stoppar ekki á neyðarverði, færist strax niður á fjarskiptamiðstöð lögreglunar, þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni, þannig að viðbragð lögreglunni getur verið í samræmi við það. Og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt. En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað það? Nálgunarbann úrræði sem að því miður hefur verið allt og lítið beitt. Það eitt úrræði sem til aðeins sem hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið það hefur svolítið verið lagt til grundvallar að það sé reynt fyrst sem að kalla selfhásleiðin. Það þýðir það að þegar að menn hafa ekki geta látið að þessari ofbeldishegðun og eftirliti og eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera, skrifa undir það en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera og það engar aðrar afleiðingar eftir þess að brjóta þessari selfhásleið annað en það hægt að sækja nálgunarbann. Það erfitt að fá nálgunarbann? Já. Það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur. Þannig að Þótti íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur. Þetta hljómar mjög einkennilega. Já, en þetta staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans heldur að sé verið að reyna að tryggja öryggi þolendans. En núna þetta verið að það verður spennandi bara að sjá hvað breytingarna sem eru fyrirhugaðar núna, hvað þær gera. En þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunarbann. Lögreglan í Bjarkarhlíð getur sótt nálgunarbannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings. Og segjum sér svo að við komum til fái nálgunarbannið en samt
surprise, með sameiginlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning. Þannig að ef að viðkomandi kemur kannski bara í leikskóla og hann með sameiginlega forsjá, þá getur enginn á leikskólanum banna honum að vera þar. En svo kemur kannski þolandun allar að sækja barnið, gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunarbanninu. Mjög líklega til þess að passa að vegna þess að það alltaf verið að passa réttindi gerandans, þá það líklega bara þolandinn. Að sem að, þú veist, og þá í rauninu væri möguleiki ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá hægt að sýna fram á það, þú veist, að það sé engin hætta, þolandi kemur alltaf ef að barn á hlut. Við skulum alveg hafa það á hreinu. Og gerendur mjög upplýstir það. Þannig að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur af börnum sínum. Þannig það eru svo margar, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu, að þá hefur þetta bara ekki virkað sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útferða á margan hátt og ég alveg viss það að það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og lagagrein 217 og 218b. Það bara tilhneigingu á Íslandi að allt sem minni áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að dæma eftir 218b. Þolendur vita þetta og þeir, þú veist, veigra sig við að fara í svona þess að þungu og erfiðu vegferði að reyna að kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá, þú veist, ég veit ekki eins og, þú veist, við getum ekki eins og sagt að þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður. Það engin ávísun það að hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinu. Getur jafnvel orðið til í sverra. Algjörlega, þannig þú veist að það þú veist, ef maður hugsar bara, þú veist, út frá hagsmunu þolanda, að þú veist, það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita þau áfram ofbeldi, hætti þessu áreiti og hætti þessu ofbeldi, en það það sem að, þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita. Ég skil. Ef einhver að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn, sérstaklega í sambandi við símana, mér finnst þetta svo merkilegt mál, þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að einhvern veginn spórna við þessu og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum. Algjörlega. Ég ætla að því að það svo margt að ræða, þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina. Þetta líka mál sem ofboðslega falið í samfélaginu og margir halda að þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og útlendi karlmenn sem að kaupa þetta. Já, útlendi karlmenn sem að kaupa þetta. Hvernig þetta í reynd? Bara alls ekki þannig. Að ef við tökum bara vændi, ekki vændismannsal til að byrja með, að hverjir selja vændi. Yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu, konur eða einstaklingar í viðkvæmri stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, allir sem eru í viðkvæmri stöðu. Fátækt fólk sérstaklega, fatlað fólk. Já. Að þannig að og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til, þú veist, mér finnst besta svarinu með því að konur viðkvæmri stöðu hafa alltaf verið til. Konur hafa verið brottræktar úr samfélögum út af því að þær hafa, þú veist, verið uppi sér af því að, þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja. Þannig að við skulum alveg hafa það á hreinu að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, árþúsundin í viðkvæmri stöðu. Hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þær þurft að brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið boðið fyrir þar hefur verið vændi. Áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins
að þar sem kona í viðkvæmri stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallmann sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja að allir kallmenn beiti ofbeldi að nýti sér bága stöðu kvenna, alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðarmikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátækar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæð sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og nýti sér traust þeirra og því að þú veist að við vitum það fátækar og fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðri út af akkurat stöðu sinni. Og þar koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau við vaskiðin eða hvað er. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða og það vendi. Það tilfellið að karlmenn, þá ég ekkert endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn telji að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vendi? Þeir karlmenn sem kaupa vendi, að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í gerendum og ég kalla þetta gerendur, að þeir sem að kaupa vendi, þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkvæmri stöðu. Að það bara, þú veist, rannsóknir sína, það afskaplega fáir, þú veist, það fullt af konur sem að fara inn í vendi af, þú veist, að þetta þeirra ákvörðun. En það oft, þú veist, þetta tímabundið, það komast yfir þannig hjalla eða þú veist að þetta út af fátækt eða ykkur öðru. En yfirleitt það þannig að eftir ykkur tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú ykkur neginn þurfur að afsala þig bara sjálfinu þínu og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt að þú veist að vera sett í þessu viðkvæmu stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi eða öðru og þú veist, sérstaklega þegar búið að borga sérstaklega fyrir afmá mörg. Margir kallmenn að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heima hjá sér, jafnvel, og það yfirleitt ofbeldi. Ef makiðin vill þetta ekki, trúðu mér að það meiri hlutin af, þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta. En þarna verið ofta að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkert auðvitað allir sem kaupa vendi sem í samböndum. En það ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það vera einhver hópur sem var neðst í þjóðfélagsstígunum sem eiga að taka á móti, bara taka á móti rusli frá öðrum. Ég ætla bara að orða það þannig. Að vegna þess að ég hef líka heyrt þessa afsökun að kallmenn hafa einhverja, þú veist, kendir eða náttúru, eins og ég heyrði nú daginn, sem að þurfa að fá einhverja útrás. Þeir bara geta gert það sjálfur, bara heima hjá sér, með sjálfum sér. Það ekki til einhver svona krafa sem að eiga, þú veist, það að eiga verið til einhverja konur þarna úti, sem eiga að taka á móti þessum mönnum. Þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja einhvern veginn, þú veist, stunda kynlíf, að sem að þeir þurfa einhvern veginn, þú veist, þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við, að þetta bara eitthvað sem... Nota þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi, að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir. Já, það höfum við margoft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að mikið af erlendum konum fluttar hingað til landsins, og hér í, sko, oftast skemmri frekar en lengri tíma og það bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og og menn að koma og á fyrirfram ákveðnum tíma og að borga fyrir þetta eða hitt. Þetta meina þær séu gerðar út af einhverjum aðila. Já, og það bara tölvört mikið það. Við erum bara því miður við bara, þú veist, langt yfir meðalagi með við höfðatölu og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi. Það íslenskir? Auðvitað. Já. En þetta fólk, eitt af ykkar úrræðum að hjálpa þessu fólki. Leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins? Sko, einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi, svo hefur annað komið í ljós.
en við verðum átt okkur á því að þetta eru oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu og bara eitt dæmi manneski sem að gerðu út af vinkonu sinni að þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og að þú veist að ef ég hef slitið tengsli við hana á ég það ekkert að þannig að þú veist að þetta er oft mjög flókið og og svo kannski verið að segja þú veist eins og það sem er mjög svona þekkt aðferð svona boyfriend method að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær trausti hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við í vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það er verið að byrja að gera þær út og þannig er verið að gera út margar unga konur og það er verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja þú veist ég er með þér þú veist við gerum þetta saman en samt er hún gerð út og þannig þetta er mjög algeng aðferð. Þetta meina svona bara svo við tölum hreint út að það fari kannski fullorðnir kallmenn til Thailands eða Filippseyja og kynnist einhverju stúlkum og komi með þær heim og geri þær út svo ég tali bara hreina íslensku. Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Það er líka dæmi það hér á Íslandi. Og bara þannig að við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis er að gerast hér líka. Hér er líka verið að byrla konum í sambandi og það er verið að selja aðgang að þeim sofandi. Þannig að eins og þetta hryllilega franska mál að þú veist, við erum alveg með dæmi þetta hér á landi líka. Það er verið að kyrkja konur svo mikið að þú veist að það er skelfilegt að heyra frásagnir af því. Jenny, stoppa aðeins við hér. Kyrkja konur, nú í hugum flestara er það bara að drepa konur. Hvað áttu við með að kyrkja konur? Að kyrkja konur, að óumbeðna kyrkingar, að það sem að karlmaður segir konu til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það er ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það að kyrkingar í kynlífi er að snar aukast og það er auðvitað við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar svona hvað sem það er svona fyrirmyndin er svona að það kallar maður drottnar og konan á vera undirskipuð og við erum að sjá að þetta er að smitast inn í kynlíf og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja, að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá séu þær, þú veist, ekki nóg hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt, þannig að þær jafnvel, þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim, þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta er auðvitað bara ungmennin okkar og sem að prófa þetta og eitthvað svoleiðis. En það sem þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu. Að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða. Það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það. Og þótt að áhrifin kom ekki strax fram, þá sýna rannsóknir að ítrykku kyrkingatök þau hafa leitt til minnistaps, sem sagt bara demensju, út af því að þú ert búin að drepa svo mikið heilafrumum, eða heila blæðingar og eða heila blóðtappa. Vegna þess að blóðið náttúrulega, þegar það kemur ekki súrefni, þá köklast það koma köklar í það. Þannig að þetta gerist kannski ekki strax. Svo fyrir utan það, þetta náttúrulega hefur áhrif á, þú veist, náttúrulega bara vöðvastarfseminni og líkamsstarfseminni alla. Þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og það fer eftir hversu lengi er haldið. Og margir halda að út af því að kyrkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú lokar bara fyrir bláað þá kannski myndast þessar blettablæðingar, ef þú lokar fyrir bláað og slagað þá er ekkert blóð til þess að springa út í húðina þannig að það koma kannski engin merki eftir það. En það er til dæmis bara mjög alvarlegri kyrking. Og 3 mínútur getur valdið dauða. Og við skulum alveg átta okkur af því að þeir sem stunda kyrkingar á mögum sínum, þeir eru engin sérfræðingar í blóð og heila þú veist, fræði. Nei. Þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu, annarkvort reiði, eða að þetta er eitthvað svona stjórnun sem að þeir eru að fara í, vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kyrkingum, sem að verður þá hluti af líkamlegu ofbeldi,
þú veist, þá þetta orðið svona ítrekkað og þetta orðið valdtæki og þetta orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolandar auðvitað bara dauðhræddu við þetta. Jenny, þú talaður að þetta væri að aukast. Þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna, er þetta eitthvað sem þú hefur lesið til eða er þetta gerast á Íslandi? Já. Bara mjög mikið. Þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkarhlíð? Bara ítrekkað í hverja einustu viku. Bara, þú veist, ég veit ekki hvort þetta er nánast daglega, en þú veist, þetta er bara málin sem eru komin til okkar. Að þessar kyrkingar, því að þetta er svo mikið vald og talandum bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni, að kallar eiga með auðvelt flestir með að kyrkja konur, að meðan konur auðvitað, þú veist, hafa bara hvorki handafl, þú veist, stærð handa eða annað til þess að kyrkja kallmenn. Þeir eru líka með yfirleitt breiðari, sterkari vöðva kringum hálsin og annað. Þannig þetta er ofbeldi sem kallar að beita konur. Og hálsin er mjög lítið varið líffæri. Það er einhvern veginn allt, þú finnir bara æðarnir utan á og senarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það er þrýsta, þá þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar svo ofta ekki á því að það er kannski verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virkar bara eins og hann sé kvefaður eða anstuttur eins og hann sé með astma jafnvel. Þannig að þolandinn, ef hann missir meðvitund, þá missir hann skammtímaminni, þannig að hann veit ofta ekki hvort hann missir meðvitund. Þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur, þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina. Hvað gerðist? Hvar voruð þið? Hvernig, þú veist, hvað gerði hann? Og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin, svo allt inni bara er hann ekki með hálstækin, hann situr við hliðina þér. Hvenær fór hann, þú veist, ef hann satt yfir þér, hvenær fór hann af þér? Þú veist, að það þarf að fylgja þessu svo vel eftir vegna þess að fá þessa upplýsingar fyrir þolandan. En þegar að þessi mál kom inn á ykkar borð, er það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði í kynlífinu? Oft ekki. Nei, oft er þetta bara svona hluti af náttúrulega öllu þessu brjálæðislega ofbeldi sem er í gangi. Það er auðvitað mikið andlegt ofbeldi, það er mikið svona reiði og ógnastjórnun og það er andlegt ofbeldi. Fólk áttast ofta ekki að því að andlegt ofbeldi er ekki bara að segja maður sé feitur eða ljótur, að það er að þessi reiði og ógnastjórn sem að þú veist á og þessi óvirtu hótanir, ég mun býtu bara, þú veist og þú veist ég skal ég ætla, þú veist og allt þetta. Þannig þolandanir er oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta er bara eitt af mörgu sem er að gerast í hans lífi. En út af ég sá að með tímalínu morðaðan upp áðan að þá er þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar viðkomandi stattur, er málið lifandi, er en þá verið að beita viðkomandi ofbeldi. Og það sem að og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera er að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat. Því að það er svo hægt að koma alltaf að hitta lögregluna aftur, bæt inn í ef það gerist eitthvað meira. Þetta allavega. Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort ætla lögregluna að kæra eða viðkomandi ætlar að kæra einhverju tímapunkti, verður útkald kannski og lögregla kemur á staðinu og lögreglan ákveður að þau hafa heimil til þess að ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það eða ekki, þá er mikilvægt að hafa söguna að viðkomandi sé búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættumat, það sé búið að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á vestaveg. En þannig að þetta er svona, þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægasta sem að er verið að gera þegar að við erum að taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að er ennþá ofbeldi. Nú hefur þú lýst hvernig gerandur haga sér og sumt af því er mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú um konur, skulum bara tala um þolendur. Ef þeir kæra, er þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandanum? Er ekki dæmum það að þeir hafi orðið brjálaðir? Það er aðal ástæðan þess að þú kærir ekki. Já. Það er ótti við viðbrögð gerandas vegna þess að þú ert búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum
með þessum dreka eða ég veit ekki hvað við maður kalla þetta, að hann ráðust ekki á þig og það er hollustan að greina ekki frá, raða markmum hans í fyrsta sæti, láta hann líta vel út, það er það sem það er hollustan, það er annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu, þá er voðinn vís. Þá vegna þess að þekkta óöryggið er það sem þú veist hvað getur gerst. Óþekkta óöryggið er hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem búið að setja. Það eru dæmi það að menn hafa brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleiðingum eftir að hafa verið kærðir. Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að sjá því að sambandinu er að ljúka eða þú ert að segja frá, hvort sem það er lögreglan eða þínir nánustu eða hverju það eru, að það er, þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu. Já, einmitt. Og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig 8, það sem gerandi tekur líf þolandans, þá er gerandin búin að sjá það að það er vonlaust að þolandin sé að koma aftur inn í sambandið. Og þess vegna tekur hann líf þolandans. Ræðilegt að heyra þetta. Já. Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlumum. Við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar? Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan. Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar. Ég held að það hafi líka verið svona ummununa aðalar eldri borgara, hvort sem það er hjúkrunarfólk, félagsþjónustan eða aðri sem koma að þjónustu við þolendur, sem að kannski opnuði aðeins betur augum fyrir því hvað þetta er falið oft á tíðum. Já. Vegna þess að í okkar umhverfi það sem er alltaf mikill hraði og alltaf lítil mönnun og við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinnunni, það fer þetta oft framhjá og eldri borgarar auðvitað, þú veist, ekki allir auðvitað en ákveðin hluti, þú veist, auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf ofta að reiða sig á einhvern nákominn, annarkvort maka eða barn eða eitthvað skilur aðila sem að hjálpa honum með ýmsa hluti. Þannig hann er upp á þennan aðila jafnvel kominn og þá ertu kannski ekki endilega að leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan. Þannig að þetta er mjög flókið að þegar uppkominn barn eða maki er að beita ofbeldi að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangur aðri stað heldur en varst mögulega yngri, þú ert kannski á viðkomandi stað út af veikindum eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það er og þú er hjálp við ýmsa hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi, gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og líka töluvert líkamlegt ofbeldi. Þannig að fólk, eldri borgarar, margir hverjir, er í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að segjum sér svo að þetta sé uppkomið barn og það er barn á barnabarn og þið langar að vera í samskipti við barnabarnið. Hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera í samskipti við barnabarnið þitt? Og þú ert kannski búin að hugsa, ok, þú veist, ég veit ekki hvað þú veist, mörg góð ár eftir til þess að geta verið í samskiptum, er ég tilbúin að fórna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta patt sem er að krefja mig það eða selja húsið ofan á mér eða lít undan þegar hann fer í apóteki og sækir lyfin minn en tekur þau sjálfur að hvað það er vegna þess að það er svo margt annað oft í húfi. Aðrir hagsmunir sem vega kannski þyngra. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að styðja við þennan hóp. Er því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þar sem fólk dvelur? Við höfum ekki verið það, við höfum verið í samtali við FIB sem að félag eldri borgara og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það er auðvitað, ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað er hægt að gera
til þess að þú veist, koma upplýsingum áleiðis og svona að bæta verklag og annað. Þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist, það meg allir auðvitað leita til okkar. Og þannig að það er bara þannig það sé sagt að að ef ykkur í vafa þá má heyra í okkur og við reynum að leiðpina eftir best við getum. Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst ætlaði ég að heyra aðeins yfirvarðandi stafræna ofbeldið. Hvernig er það? Ömurlegt. Já, ég gerum greið fyrir því. Maður heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana? Algjörlega. Og það er auðvitað mikið ofbeldi að milli barna og ungmenna eins og nefndir áðan og ég veit að barnaheill og fleiri er að vinna mjög markvisst í það að reyna þú veist, að gera fræðslefni og annað. En að svo er það náttúrulega bara líka, þú veist, þetta byrjar heima. Að þú veist að ef það er þú veist ofbeldi eða vanvirðinga hvað er heima þú veist hvernig ætlar þú veist það þarf svo viðtaka fræðslu og ég tala nú ekki og bara náttúrulega fyrir svo þú veist alltaf endurtaka mig börn sem alast upp á ofbeldisheimili þau alast upp við ákveðin samskipti sem að eru röng bæði það að vera þú veist í þessu hlutverki að taka ekki pláss og á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur er í en líka þessi aggressjónu að einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það er mjög flókið fyrir einstaklinga að alast upp í þessu og börn eru ofta að hlaupa milli þessara hlutverk að vera þú veist hetjan, vera ósynlega barni, vera trúðurinn eða vera þú veist rebelinn skiluru að þannig að þú veist að Það er ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símónokkuð barnana? Jú, en sko þá ertu að tala foreldrar eins og allir foreldrar séu fullkomnar verur. Já, ég skil. Já, foreldrar eru bara alls konar fólk. Já. Og við vitum það að þetta er fullt af frábærum foreldrum sem standa sig geðveikislega vel. Og svo er til svona meðalforeldrar og svo er til svona, þú veist, einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og og koma þeim skilaboð áleiðis til barna sinna. Þannig að þú veist, það er rosalega flókið. Þú veist, við sem samfélag þurfum að taka ákveðna afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera að tala ofbeldi þú veist bara síðan að þú veist bara langamum fattist líka við og hvað hefur skilað? Jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta eru menn hægt að beita ofbeldi? Nei eru menn hægt að nauðga? Nei, þeir gera það ekki það sem við þurfum er það að konur hægt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi er ekkert að hlusta okkur. Að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna þarna úti, eru menn sem beita ekki ofbeldi. En þeir eru alltaf hljóðir. Þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem er hatursorðræða eða svona, eitthvað svona undirskipun á konum, ef að þeir myndu stiga inn í og stoppa það, þá myndi eitthvað fara að gerast. Vegna þess að menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðrir í samfélaginu, þeir máta sig við aðra. Konur máta sig við hvora aðra, kallmenn máta sig líka við hvern annan. Þannig ef að kallmenn tækju höndu saman, þessir heilbrigðu kallmenn, þessi fullt af heilbrigðu kallmennu sem við eigum, stór meiri hluti, að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás, ef að þeir fengi nóg af þessu, að þessar umræðu kallmenn sem beita ofbeldi, og þeir myndu fara að skipta sér af, þá held ég myndu fara að sjá svolítið. Já, ég held að það veri góð byrjun. Ég ætla að spyrja þig að lokum henni dálítið persónulegra spurningar en af gefnu tilefni vegna þess að ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti. Þá er ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðarslys og annað, sjálfsvíg og annað. Hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf daga? Getið þið skilið þetta eftir í vinnunni? Sko, það er allir sem að vinna á Bjarkarhlíð sem og bara ég veit að hjá hvernig atkvarðin og stíðamótum og öllum þessu stöðum sem að er að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Bjarkarhlíð er þannig að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumarfrísmánuðinum okkar og þannig við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess að milli, þá höfum við hvort annað. Og það er bara þannig að þótt að þú veist að ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því ég fættist að þá er það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að þau setja aðeins dýpra. Það er ekkert endilega alltaf kannski
þú veist aldrei hvað mál það er. Það þarf ekki endilega að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða eitthvað annað. Það er bara eitthvað mál sem þennan dag bara það einhvern veginn skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá er svo mikilvægt að hafa teymið sitt. Og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver er að koma úr erfiðu máli, þá er það sett í forgang að við komum til geti annarkvort náð, ykkur með hópnum eða hópnum öllum og rætta. Og svo erum við með teymisfundi einu sinni í viku þar sem að það er þá allan síðasti séðans að ná að tala um það þar. Ég skil ekki. En það er auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta því, þá hættir líka að vera færum að sinna þessari vinnu. Já, ég er alveg sammálaður í því. Þið eru að vinna frábært starf í Bjarkarhlíð og við hvetjum fólk sem að finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkarhlíðar. Ekkert mál er of lítið til þess að koma með í Bjarkarhlíð og þar er kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar eða? Nei, og mér er svo gott að sagða þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar er að það segir, ég veit ekki hvort ég er heima hér. Þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort ég er heima hér, kontu samt. Kontu samt. Já. Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif. Ég ætla að hleypa þér út í sumri. Ég veit út í sumarfrí og þakka þér fyrir að koma, enga síður. Þetta er mér lokið í dag. Ég óska ykkur gleðileg sumar. Nú tökum við okkur sumarfrí hérna, eða allavega ég. Verið blessuð. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.